the boat. Komið sæl og velkomin í Taktíkina. Ég heiti Rakel Hinriksdóttir og ég ætla að sjá þáttinn. Við ætlum að tala afreksvæðingu. En það það þegar afreksmiðuð íþróttaþjálfun rauninni færir sig alltaf neðar og neðar í aldursflokka barna sem iðka íþróttir. Til að byrja með hef ég fengið til mín þau Jón Stefán Jónsson, Jónsa. Hann íþróttafulltrúi Þórs, eða ekki? Jú, og mjög reynslumumikill knattspyrnuþjálfari. Og svo hún Ólína Freysteinsdóttir. Þú ert fjölskylduráðgjafi aðalega og þú náttúrulega líka reynslu sem móðir bæði afreksíþróttamanna og alls konar. Já. Bara velkomin. Takk fyrir, gaman að vera. Já, heyrðu, ef við byrjum á þér Jónsi, hvernig túlkar þú þetta orð, afreksvæðing? Kannski svona svolítið eins og þú varst að koma inn á áðan og veist að þessi afreksvæðing snýst það að við séum að búa til einstaklinga sem eiga að ná úrslitum í íþróttum, eiga að vera efst á palli eða vinna fleiri fótboltaleiki eða handboltaleiki eða hvernig það og það að fólk sé að horfa á það neðar og neðar í aldursröðinni eiginlega, þannig horfi ég á það allavega. En hvort að ég sé sammála þeirri túlkun eins og allt annað dæmi, sko. Já, áhugavert. Ertu sammála þessu? Sko, ég get alveg sagt og ég má alveg gagnrýna mig fyrir það. Ég tel mig sko ná afrekum líka þegar ég byggi upp sterka einstaklinga sem ég get svo hitt út í búð og heilsa og svona verið ánægð. Mér finnst það ekkert minna afrek af því ég held að ég geti gert bæði í einu, sko, því að ég veit alveg að þegar við þrjú horfum á afreksvæðingu þá er verið að horfa á það hverjir eru bestir á góðu íslensku. Þannig að hvort ég er sammála því að sé að gerast, ég er búinn að þjálfa í 18 ár, mér finnst ekkert vera búið að breytast neitt gigantískt, sko, þessi áhersla alls ekki og ég veit ekki hvernig ég á að lýsa því, sko, kannski breyst aðeins þá bara frekar þjálfun og svoleiðis. Og ég sjálfur hef allavega farið samt í minna í þá áttina að A-liðið skipti mestu máli og eitthvað svoleiðis. Það var alveg þannig fyrst að maður hélt að það væri þannig besta og mesta að vinna einhverja titla í yngurflokkum. En sem betur fyrir og ég kannski segi það eitthvað mína skoðun í þessu að það þroski átt að segja á því að það sé ekki. Já. En þú ert náttúrulega alveg einstakur þjálfari. Þú sagði mér það sem náttúrulega ótrúlegt að þú hefur aldrei lent í rifrildi við foreldri. Nei, ég tel ekki og eins og einhverjir segja, sko, þú vil hlusta á eitthvað foreldravæl, sko, foreldravæl, þetta bara samtal og þetta samtal barnið. Foreldri sér barnið öðru sem þú sér það og þá ræður málin og þú reynir kannski að setla það á einhvern hátt án eins og þú reynir endilega að hafa alla ánægða eða eitthvað svoleiðis. En nei, ég hef ekki, svo ég muni og bara ég held að það sé alveg rétt hjá mér að ég hef aldrei lent í hávaðri rifrildi við foreldra hvar barnið eigi að vera í og þá erum við að tala þessa getuskiptingu, sko. Já, ekki einu sinni við Ólínu. Ég og Ólína væri löngu búin að útkljá ef það væri, sko. Við erum búin að borða nokkrar popskálar saman og ræða þessi mál. Heldur betur, sko. Já. En ég horfði semst á fyrirlestur daginn hjá Sveini Þorgeirssyni. Hann setti fram spurningu: eru íþróttir barna orðnar keppni fullorðinna? Þú ert fjölskylduráðgjafi og ég svolítið áhuga, eins og við sögðum reyndar, hann svaraði reyndar ekki alveg spurningu. Hann svaraði ekki spurningu. En hvað finnst þér þetta? Ertu með svar? Já, þetta, og ég hugsa ástæða fyrir hann svaraði þessu ekki. Því auðvitað vitum við það að það kannski hluti af börnum sem kannski upplifa það að foreldra þeirra ætla að gera það af afreks mönnum. Og þannig að ég hugsa að hann hafi sko vísvitandi ekki svarað þessu. En heilt yfir þá held ég að íþróttastarfi í landinu sé mjög gott. Við séum mjög færa þjálfara og hef heppið með það. En ég held samt að við þurfum að eiga þessa umræðu og vera alltaf að spegla. Erum við komin á langt? Á hvaða? Eigum við aðeins að bakka núna? Erum við að fara aðeins yfir línuna? Og þetta þetta við höfum alltaf verið að ræða þetta. Þessi dýnamík á milli, sko, iðkanda, þjálfanda, foreldra, að þetta getur örugglega oft verið mjög misjafnt og flókið. Já, bara, þjálfarar eru misjafnir, foreldrar eru misjafnir og iðkendur eru misjafnir, sko. Og þetta aðalega það að þú hafir kannski einhver rök fyrir þínu máli og getur staðið við þau og,
að þú vitir nákvæmlega að hverju þú ert að stefna þegar þú ert að velja barnið og hvaða afleiðingar eða ekki afleiðingar það kann að hafa. Finnst þér vera sko meira af því núna að foreldrar séu að taka mjög virkan þátt í rauninni starfinu heldur en þegar þú til dæmis varst að byrja að þjálfa? Já, miklu virkari sko. Það eru kannski 10 ár síðan að það er ekki mikið meira en það. Síðan að venjan var bara að þú fórst með hóp, kannski 30-40 stelpur. Í mínu tilfelli, við fórum suður helgi og það var bara farið skilurðu þjálfarinn, kannski 2-3 liðsstjórar og þannig var það bara sko. Núna ferðu suður og það sko kannski með yngri krakka og það fara allir á einkabílum bara og eða krakkarnir fara út og foreldrarnir elta á einkabílunum. Já, það bara allir með. Það allir með sko. Og ég heldur endur að það sé, fyrir mitt leyti það jákvætt sko. Mér finnst það svona svolítið flott þróun og ég held að það sé náttúrulega bara út af fræðslu sko líka. Ég held að fólk hafi ekkert haft minni áhuga en áður, ég held að það hafi bara verið öðruvísi. Já, bara aðeins öðruvísi svona sko. Stemning. Já, það var bara ekki svona og þá... Nei, ég hugsa að nú bara, þegar ég var allavega í Þrótturstrálandi, að þá voru ekki mikið að foreldrum að fylgjast með. Pabbi labbaði kannski, hann labbaði kannski eftir fram hjá sundlega pakkanum þegar maður var að keppa og sagði mömmu að þetta gengur örugglega vel. Já, ég veit. Ég meina, akkurat, þannig var þetta og meina, eins og ég segi, þetta svo ótrúlega breyting og mín tilfinning svo fullt af, með fleiri jákvæðir hlutir en neikvæðir, það alveg aðeins neikvætt líka sem að börnin fá ekki alveg þetta frjálsræði sko að vera þau sjálf þegar þau eru með foreldrana alltaf horfandi og svona sum upplifa alveg pressu við þetta sko. En heilt yfir þetta náttúrulega miklu jákvæðara sko. Það ekki spurning. Ég var svona aðeins að spá í sko, þú veist, mér finnst að því ég á barn sem 6 ára og ég fæ oft þessa spurningu, býtu, hann ekki að æfa neina íþrótt? Svona eins og það sé eitthvað að því. Og ég veit alveg að hann á til dæmis það eru einhverju við jafnaldrar hans sem eru farnir að æfa, þú veist, fleiri en 1 og jafnvel fleiri en 2 íþróttir og maður fær svona pínu á tilfinninguna að það sé næstum því smá kvöð. Þú veist, ég veit ekki hvort þetta algengt eða hvað en ég hef svona pínu á tilfinningunni og mér finnst svona eins og þetta sé orðið eitthvað sem að á bara vera að börn sé að æfa og helst bara sem fyrst af því annars maður að missa af einhverju. Getur alveg sko, það gott að Ólína svari þessu líka en fyrir mér, ég held að þetta sé svolítið það að fólk sé svo hætt við sko að börnin séu bara heim í tölvunni, eins og maður segir og nú skammaði rafíþróttdeildin mig mikið því að það íþrótt líka og líka fylgir því hreyfing. Ég segi fyrir mitt leyti sko, snýst ekki fyrst og fremst að barnin sé bara sé út að leika sér líka og hreyfa sig eitthvað. Ég held að þau séu allir saman á því. Það þarf ekkert alltaf að vera í skipulegu íþróttastarfi sko. Þannig myndi ég svara því sko ef ég fengi þessu spurningu hvort að það væri æskilegt en það líka það bara eins og þú segir það mjög misjafnt einstaklingum ég myndi aldrei mæla með þú myndir neyða barnið þitt til þess að fara í íþrótt bara því að þetta fara í íþróttir. Mér finnst þetta góð pæling því að ég myndi þess að ertu ekki með hann ekki byrjaði í íþróttum? Það svona eins og þetta sé bara svona hluti af því. Já. En ég auðvitað það þannig að ég hugsa að við sko kannski mín kynslóð og svo þið sem eru kannski einni kynslóð fyrir neðan að við leikum okkur meira með börnunum okkar heldur en var gert og mamma segir alltaf og þeir svo dáist að hvað eru duglega að leika við börnum við höfum meira tíma við erum meira að hugsa það að leika okkur erum sjálf í boltaleikjum og erum í sundi sem var ekki áður. Þannig að og það það sem að hann talaði náttúrulega líka í þessu íþróttastarfi. Ég meina það að þessi maður sem þú vitnar í sem var með þennan fyrirlestur að auðvitað eru hægt að gera ýmislegt að huga að þjálfun barnsins síns með því að labba með því upp á fjall eða fara með því í skíði og það þarf ekki að vera klukkmilli 2 og 3 3 viku. Akkurat. Þannig að þetta bara mjög góð punktur en ég verð alveg að viðurkenna ég var alveg svona bara kannski það bara þetta eins og þetta sé eitthvað normið ekkert endilega bara íþróttastarf heldur þá bara allt tómstundastarf. Já, í rauninni. Já. Svona
maður fær eiginlega næstum því sko samviskubit sem foreldri ef maður einhvern veginn ekki búin að tróða barninu sínu í alls konar eitthvað. Akkúrat. Já, ég skal bara skjóta því inn í að fyrir mér sko, það erfiðasta sem að gera sem þjálfari að fá barninu á æfingu sem hefur ekki áhuga á að vera þar. Því að það leggur sig ekki fram, hefur ekki áhuga að hlusta á þig. Þannig að ég myndi ekki mæla með því fyrir neitt hvorki foreldrin í barni að því við tölum þessa þrenningu sko. Ekki foreldrið, ekki iðkandan og ekki þjálfaran heldur sko. Nei, einmitt. En sko það að verða afreksmaður í íþrótt, það er náttúrulega vitað að það krefst mjög mikillar vinnu og metnaðar og alls konar. En þarf, þú veist, það drive, eða þú veist, ef ég sletti, þarf það ekki helst að koma frá sko einstaklingnum sjálfum? Það er bara 100%. Það náttúrulega hjálpar rosalega að hafa sterkt heimili á bak við sig og backup, en þú gerir ekkert án stuðning, sko, en þú gerir heldur ekkert ef þú hefur ekki áhuga á því, sko. Þannig að, jú, bara, þú þarft að hafa þetta frá sjálfu þér, en svo getur það komið frá sjálfu þér, þó þú hafir það ekki í þér 8 ára, þá getur það gerst að þú hafir áhuga í 12 ára eða 16 ára, sko. Já, þetta er svona spurning með þessi innri og þá ytri áhuga, og þú verður örugglega ekki afreksmaður út af því að mamma eða pabbi ýttu þig á íþróttum. Það þarf að koma hérna og það er kannski það sem að fyrst og fremst þurfa þessar íþróttir að veita okkur einhverja gleði, sko. Já, og þessu tengt, sko, það er svolítið áhugavert og við kannski komum inn á það getuskipting og eitthvað síðar, en það er svolítið merkilegt að fylgjast með því að því að við erum að tala um afreksmenn og eitthvað svoleiðis að einhverju vegna það þannig mjög oft að þegar A-liðið að spila í einhverjum flokk, þá eru fleiri að horfa á heldur en þegar D-liðið að spila. Ég hef oft vettið fyrir mig hvað orsök og afleiðing. Kemur fólk frekar að horfa því að barnið gott eða er það öfugt? Er barnið gott af því að fólk kemur að horfa? Bara pæling sem ég ætla ekki að svara því ég get það ekki. Sko. Nei, en það má alveg svo sannlega velta þig fyrir sér. Akkúrat. En þú veist, þú sem þjálfari, ertu meðvitaður þetta að þú sérð til dæmis aðra þjálfara því ég veit að þú pælir í þessu sjálfur, en þú hefur líka verið yfirþjálfari, ég veit það. Er þetta eitthvað sem þú passar upp á að þjálfarar hjá ykkur? Já, ég segi alltaf við alla okkar þjálfara og ég held allavega svona mín samfæring svo að fólk, þjálfararnir okkar, horfi jafnt yfir alla iðkendunar og leggi sig jafn mikið fram. Af því að við fáum borgað fyrir að vinna við þetta og við erum ekki að vinna vinnuna okkar ef við sinnum ekki öllum. Og við þurfum líka að passa upp á það að við erum að ala upp félagsmennina, áhrendunar í framtíðinni, stjórnarmennina, dómarana, þjálfarana. Það verður engin afreksmaður þetta allt, sko. Nei, einmitt. Það er það sem við erum og við erum vakandi fyrir þessu. En talandi sko einmitt þessa getuskiptingu, þeir sem að tala gegn henni segja gjarnan að það sé kannski betra í yngri flokkum að hafa mörg jafnsterk lið þar sem að rosalega góði leikmenn og svo ekki alveg jafn góði leikmenn sem að svo, læra að vinna saman. Frekar heldur en að safna öllum bestu saman í eitt lið og svo einhvern veginn koll af kolli. Hvað segir þú það? Sko, ég ætla að koma að því að, nú veit ég að við erum ekki alveg í ólína sammála, en samt, sko, ég hef alltaf sagt að getuskiptingi sé ekki bara fyrir þá bestu. Ég hef horft á það þannig að þú kemur eins og nýliði og að því að getuskiptingin til staðar, skilurðu mig, þá vont að þú yrði hent í sterkasta hópinn. Á móti kemur, svona bara að því að við erum að ræða þetta, þá hef ég aldrei upplifað hinn heiminn, sko. Nei. Skilurðu mig, af því að strúktúrinn okkar þannig, þegar ég skrá liðum þetta mót, það gjörsamlega galið eins og staðan núna, ef það væri skipt í A, B og C-lið á mótinu, að ég kæmi svo bara með dreiföldu. Því þá myndi helmingurinn liðunum mínum gjörsamlega skítapa öllum leikjunum og sennilega hinn helmingurinn þá vinna þá alla. Skilurðu hvað ég meina? Já. Af því að hinir eru að gera þetta öðruvísi. Maður hefur séð að margir sömu eru með eldri og yngra og eitthvað slíkt. En ég meina þetta auðvitað flókið og ég sammálaður, ég veit ekki hvort að ég sé eitthvað ósammála, en ég held að í rauninni að það þarf að huga að þessu munstur. Já, og við eigum að gera það.
Og það þetta mikilvægt að barn sem alveg saman hvar það raðast að það fái þetta pepp og þessa speglun og auðvitað hefur maður alveg séð það og við ræddum það eins áðan að það ég meina, þú ert að horfa á knattspyrnu og auðvitað auga þitt hlýtur svolítið að fara á þeim sem eru bestir. Og það gera þjálfarinn líka. Og ég held að það sé bara svolítið mannlegt og það þurfi bara, ég þarf svolítið að passa mig. Ef ég hef val að horfa á 5. flokks bakaðik og 1. flokks, þá fer ég að horfa í 1. flokks. Það alveg eðlilegt, en þessi krakkar eru að spegla, þurfa að fá speglun á aðdáun og við tala ekki að vera ekki stuðningur heima og kannski pressa að fá þetta sem að við bara þurfum sem manneskjur. Fá hól, klappa bakið, þú ert að gera vel og endurgjöfina og allt þetta sem að gera þig og þá erum við líka komin að því með þessa getuskiptingu. Þú fær líka pínu forgang að ef þú ert alltaf með betrum og það búið að segja þér og þú ert þarna. Þú veist, hvað ertu? Og það má ekki gleyma því að þetta hefur auðvitað líka áhrif á hversu mikla trú þau hafa á sér. Þetta hefur náttúrulega líka áhrif á félagslífið. Og félagslífið. Það gerir það, því þetta, þetta stuðlar að hópamyndun og í rauninni sagt besta liðið, næst besta liðið. Eða þú veist, í rauninni talað það þannig og svona frá bara svona venjulegu sjónarmiði, ekki íþróttalegu sjónarmiði, þá það náttúrulega kannski ekki mjög heilbrigt. Ef maður spáir í það þannig. Nei, akkurat. Þetta þetta eru og það nefnilega sem svo mikið þetta eins og við vorum að ræða að við þurfum, þessi umræða þarf alltaf að vera lifandi því að ykkur að segja þá líka alveg umræðið hináttina að við séum ekki að búa til nógu að öfluga krakka eða ég held að sem aldrei orða krakka nógu að öfluga einstaklinga í framtíðinni. Þá til þess að vera í landsliðum. Já, til þess að vera í landsliðum. Við fáum alveg skömm í hattina í hattin í hináttina líka. En það líka fínt, af því að það þarf alltaf að fungera saman, því að við munum þurfa að sinna báðum heimum ef við horfum á þessum 2 heima, þar að segja það sem við erum með jafnræði og allir eru með og svo hins vegar að einhverju fá að skara fram úr. Spurningin hins vegar alltaf hvenær og hvað rétt hverju sinni nefnilega mjög breytilegt og það nefnilega svolítið breytilegt líka bara eftir manneskjunni. En bara ef við hugum bara svona manngildinu, hvað viljum við? Því að í rauninni íþróttir bara svona til að gleðja okkur og eitthvað svona og auðvitað, svo höfum við einn og einn sem skara fram úr og sem kemst áfram og rosa gaman að fylgjast með því og mikla fyrirmyndir og gaman. En síðan, hvað viljum við fá meira á? Hvað viljum við fá til þessu? Já. Og líka, hvað ef allir hætta 17 ára? Viljum við ekki reyna að halda? Hvað heldur það sé ekki mikilvægt nú og ég stelpur sem eru fæddar 89 og 95 og þar spiluðu báða með þér. Og hvað það mikilvægt að það sé ekki allir á sama þroskastigi og sama aldri í liði. En við erum líka bara búin að tala fótboltann. Það má heldur ekki gleyma þessu álagi á börn. Það líka svolítið spurning það, ekki bara afreiks hvað gott fyrir líkaminn, nú erum við ekki, og ég er alls ekki sérfræðingur þar. Það þarf svolítið auðvitað að passa upp á það. Það þarf bæði að passa líkamlegan og andlegan þroska. Þess vegna verið að spá í, aldrinum. Hvenær í lagi að byrja í rauninni að keyra þetta áfram? Já, og þar kemur að því að eins og ég er mjög fylgjandi því að krakkar prófi fleiri en eina íþrótt ef þau hafa áhuga á því og þar kemur inn á okkur þjálfarana sem eigum að heita sérfræðingarnir í þessu að eiga þetta mikla samtal innan okkar vébanda, jafnvel svo getur það gerst að þú sitt í körfubolta í Þór en þú ert í blaki í Káa eða tveimur íþróttum þar að það óbúslega mikilvægt að menn sýni fagmennsku og það líka það sem ég ætla að skjóta inn í áðanálina varðandi með þetta eðli mannsleis að fara að fylgjast með því sem best en það á eiginlega ekki að eiga við þjálfarana þó að þeir séu mannlegir
þá erum við að mennta okkur og svoleiðis. Og við eigum bara að geta stigið yfir það, sko. Þeir eru bara í þessu starfi. Við erum bara í þessu starfi og við eigum bara að vera bestir í því. Og þess vegna eigum við ekki að lenda í þessu, sko. Og ég held að þetta samstarf megi vera meira og það er auðvitað út af því að við höfum bara vissa, og svo líka bara, við höfum líka bara með vissa mannauð og ég meina, ég þekki það að stelpa mín fór að æfa sund og því hún var aðeins, gat ekki æft fótbolta og þá gat ég sett hann í sundið. Og það er auðvitað sem skiptir svo miklu máli að íþróttafélagin tali saman en það er ekki einhvern veginn, við erum bara svolítið fókusuð á þetta, annarkvort ertu og tala hann ekki eftir 11 ára aldur. Það er kannski svolítið snemmt. Já. Og þessar einstaklingsíþróttir eins og fimleikar og sund, þar sem er bara svona brjálæðislega mikil þjálfun, að það auðvitað hlýtur að þurfa að huga þessum þáttum, hvenar og er eitthvað verið að, veist, því að barn er á svo ólíkum þroska, 14 ára gamalt barn og 14 ára gamalt barn getur verið annað, getur verið búið að taka út allan sem líkans vöxt meðan að verst er að byrja. Já, þetta er mjög misjafnt. Við náttúrulega getum talað um þetta í allan dag, ég veit það, en því miður þá er tíminn hlaupinn frá okkur, en kannski svona að lokum er kannski bara mikilvægast það sem að maður tekur frá þessu er að allir séu einhvern veginn meðvitaður um þetta mál og tali um þetta. Er það ekki? Mér finnst það persónulega. Þannig finnum við jafnvægi að lokum. Við þurfum að hafa báða pólana að toga í okkur og við þurfum að gera betur í rauninni báðar áttir misjafnt eftir aldri hvenær við þurfum að gera það betur. En eins og ég segi, maður þekkir eiginlega ekki þennan pól með sko að allir jafnir og allt þetta, sko. Það er ekki þannig. Nei, við erum svolítið kapitalistar í íþróttum, sko. Við erum þannig, sko. Það sé svolítið að þú komur frá Danmörku og maður heyrir alltaf, þeir sem komur frá Danmörku, þetta er allt öðruvísi það. Þannig að allir jafn. Já, þetta er bara góð pæling og ég held að það sé akkúrat að ég tek undir með, við þurfum að ræða þetta, við þurfum að þora að hafa skoðanir á þessu. Já, og leyfa öðrum líka að hafa skoðanir. Akkurat. Það er mjög mikilvægt. Herðu, við höldum áfram eftir smá hlé, en eftir hléið þá koma til mín Ingi Þór, sundþjálfari, fyrrum afreksmaður í sundi og hjá framkvæmdastjórn ISÍ á afreks- og ólympíusviði og hann Richard, en hann er sem sagt með doktorsgráðu í íþróttasálfræði.